Í Sauðárhlíð við rætur Sauðárgils stendur gömul hlaða sem gengur nú í endurnýjun lífdaga og mun innan tíðar hýsa veitingastað, það nýjasta á Sauðárkróki. Já, þetta hús stendur hérna í Sauðárhlíð við rætur Sauðárgils, þar sem Sauðáin rennur gegn, og var byggt hérna 1959 af bræðrum sem voru hér með fjárbúskap og var hlaða þeirra. Og það sést svona á henni hérna, það eru götin að koma heginn inn og hér eru 3 hurðir inn á garðana og ber þess merki. Já, upp á það síðasta var þetta í rauninni bara geymsla hjá sveitarfélaginu og stendur í rauninni hérna bara í hjarta Sauðárkróks. Við sáum það í rauninni bara sem risa vannýtt tækifæri með alla þessa fallegu náttúru í kring og mörkum bæjar og náttúru og ákvaðum að flétta þessa hugmynd saman og kynna hana fyrir sveitarfélaginu. Það Magnús sem kemur til mín og biður það að fá fund, króa með út í horni og ég man nú að púkinn í höfðun á mér sagði en einn vitleysingur að fara að láta sér detta eitthvað sniðugt í hug. Í Suðurbænum? Og í Suðurbænum og það svo skondið að hann var byrjar að segja mér hvað hann var að hugsa og ég bara hugsaði allan tíman í höfðinu, þá sat ég bara svona og rindaði vera þokkalega kurteis á svipinn og hugsaði bara og hvað ætlar að vera með þetta? Hvað ætlar að vera með þetta, kallið minn? Svo segir hann mér staðsendinguna, þá var ég bara hútt. Eftir það, þá bara fórum við á full swing. Ég held við höfum hist einu sinni viðbútt og gengum frá svona pælingum, svo fórum við bara nánast á stað, Þannig að bakari og arkitekt eru komnir í nýjan bransa saman. Já. Ég líka smiður, þannig að hvernig orðatiltækið? Hengir ekki bakar fyrir smið? Já, pælingin í rauninni bara svo að það sem fá að standa og að við sýnum alla plástra og speltgur og lagfæringar sem það fái bara að standa, en það sem kemur nýtt inn, það verður alveg nýtt, að maður sjáu munin þarna á. En nú þú líka húsgagnahönnuður, ekki rétt? Smiður. Húsgagnasmiður. Og hönnuður náttúrulega í leiðinni. Þú ert húsgagnasmiður og hönnuður. Ætlarðu að smíða húsgögnin sjálfur? Ég hugsa að ég smíði nú mikið hérna inn, en ég hugsa að ég láti stólan alveg vera. Ég ekki viss að ég myndi þola að sjá fólk rugga sér á einhverju sem ég er búin að leggja miklu vinn í. Þannig að ef við sjáum til, kannski skipta út einum og einum með nýsmiði frá mér. Við erum í rauninni bara að halda í gamlu hlöðuna en byggjum við það sem við þurfum, eldhús, vörumóttöku og starfsmannarými og svo hérna skála til suðurs til að koma aðeins fleiri sætum inn. Svo erum við með pall hérna sunnan og vestan, þannig að hér á maður í rauninni bara geta setið allan á þessi hring og í rauninni út í náttúrunni, samt inn í bæ, miðjum bænum, allir geta labbað og í rauninni viljum við bara draga fólk aftur út eftir þetta ástand sem búið að vera hérna og fá fólk til að koma og sýna sig og sjá aðra og rífa upp félagslífið á Króknum. Við erum hérna fyrir framan Fjölbrautaskólann og okkur langar mjög mikið til að þau geti nýtt þennan stað fyrir hluta dagsins og svo náttúrulega bara allan daginn þegar allir kemur og svo bara allir bæjarbúar. Þetta ekki staður bara fyrir ungt fólk eða fyrir miðaldra fólk eða hvað, það engin aldursgreining á hópnum sem slíkum og maturinn á held ég að svona stýrast svolítið að því. Við ætlum að reyna að vera með kannski ekkert allt of flókin matseðil en svolítið ferskan bara með góðu hráefni Hvert á að sækja hráefnið? Eins mikið heimabyggð og við getum, eins mikið í hérna sveitirnar og hægt það klárt og hérna, við erum náttúrulega hérna með gróðurhús hér í héraði sem við bara getur auðveldlega annað öllu markaðanum okkar. Og svo erum við líka með matjurtagarðina, gömlu skólagarðina sem hafa ekki verið í notkun í, ég veit ekki hvað. 20 ár. Já, en þeir eru þarna, það góð saga og vonandi vekur upp góða minningar hjá fólki þó að það veri kannski meira upp á punt, ég veit ekki, en við Ætlaði að leyfa fólki að rækta hérna í Bakkarhrauni? Það væri náttúrulega kostur líka að geta hleypt fólki í reit, Maður veit að það umsett í öðrum sveitarfélögum.
Og svo með sauðana hérna bara rétt fyrir neðan, hvernig ætlaði að nýta ykkur hana? Ég held að það veri nú bara hljóðvistarlega, sko. Og hversu fallegt hérna að horfa upp gilið. Það í rauninni, ef maður situr út á palli þá heyrir maður að lækja niður, sko. Mjög vel. Það eru svona ólíkir hlutir sem við spáum í, sko, eðlilega. Já. Þannig að það er bara mjög skemmtilegt, þetta voru mjög skemmtilegt ferli hjá okkur, þó við séum ekki komnir alla leið, en þangað sem við erum komnir er búið að vera frábært að bara vera í þessu, taka þátt.